Velkomin aftur, við erum hér enn á sjávarútvegsráðstefnu 2025 í Hörpu. Það sem allir að róa í sömu átt, við erum að tala um sjávarútveg frá öllum mögulegum hliðum. Fiskvinnslu og sjálfsögðu, útflutningi, nýsköpun, samkeppnishæfni og ég veit ekki hvað. Kom með algjöra sleggju í settið. Sjálfan forstjóra Síldarvinnslunnar og formann Samtaka fyrirtæki í sjávarútvegi, Gunnþór Ingvarsson, velkomin. Takk. Herru, takk fyrir að setjast niður með okkur. Bara svona gaman, ég var með Guðmund hérna í Brimi í gær og Ægi hjá Iceland Seafood og svona var að tala um hvað væri gaman að fylgjast með ykkur þegar þið hittist hérna, greinina. Það er hægt að kjafta. Ég held að það sé bara ótrúlega frjósamt alltaf þegar við hittumst og skiptumst á hvað menn er að gera og hvað menn vilja stefna og nýjungum og ég held að sé yfirleitt allir að stefna í sömu átt og það er kannski styrkleiki okkar í íslenskum sjávarútvegi að við höfum talað saman, við höfum þróað hlutina saman og við höfum líka verið ófeimið við að skiptast á og opna á nýjungar sem einn kemur með nýjung sem að virka vel. Við höfum verið ófeimin að deila þeir með félögunum. Það er svona einmitt það sem maður hefur svolítið lært og við hérna í þessu spjall okkar hvað þetta er rosalega tengt. Maður hefur lært svo mikið þessar afleitu greinar og hvernig hringrásin verður í þessu varðandi nýsköpun og hvernig þetta kemur allt tilbaka. Þetta er magnað hvað svona samspilið er mikið. Ég held auðvitað oft talað um þróunardeildir í fyrirtækjum og stóra þróunardeildir og ég held í rauninni að svona bæði stofnanir sem vinna og hafa stutt í sjávarútvegi gegnum tíðina eins og Matís og Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins áður og síðan fyrirtækin og menntasamfélagið, háskólasamfélagið. Ég held þetta sé ótrúlega frjór vaxta pottur í kringum þetta og okkur hafi lánast að, eins og ég segi, við erum ein stór fjölskylda. Já. Hvað svona þetta er búið að vera stórt, þetta er búið að vera mikið ár fyrir íslenskan sjávarútveg og svona umtalið ekkert alltaf kannski það jákvæðasta út af stríðinu hér í Kirkjustræti í vor og sumar sko, en hvar stendur greinin akkurat í dag? Ég veit þetta er mjög opin spurning en ef einhver ætti nú að geta svona næstu í svaraði þessu. Ég meina það er engin launung á því að auðvitað tók vorið á og slagurinn og veiðigjöldin tók á og sitt sýnist hverjum við það og við höfum auðvitað lent í íslensku sjávarútvegi, við höfum auðvitað lent í ölduróti í svona umræðu áður og það er kannski auðvitað við bíðum bara eftir að sjá endanlegan útreikning á veiðigjöldunum og við auðvitað tókum ákveðin átök í kringum þetta og ég held að þau hafi ekki verið ástæðulausu. Við teljum að þarna hafi menn farið aðeins svo langt en ég vona auðvitað við stöndum þetta á okkur en ég held að það er byrjar uppsagnir. Það er búið að segja upp núna á vormánuðum á haustmánuðum einhverjum 40-50 starfsmönnum tengdum sjávarútvegi. Ég ætla ekki að sumir vilja kenna þessu veiðigjöldunum, aðrir tala bara að þetta hefði verið eðlileg uppsöfnun hagræðingarþörf. Þannig en íslensku sjávarútvegur stendur auðvitað sterkt. Við erum með gott kerfi, við erum náttúrulega með mjög gott fólk, við erum með öflug fyrirtæki, eins og sagði það, stór kerfi í kringum okkur, tæknifyrirtækin og annað, þannig ég held að greinin standi vel og við þurfum kannski íslensku, við höfum mælt í áratugi hvað þjóðinni finnst íslenskan sjávarútveg og höfum skoðanakannanir og tölur langt aftur í tímann og meiri hluti þjóðarinnar er nú bara stoltur af sínum sjávarútvegi. Hún var var með Höllu Hrund Lóadóttur og Jens Garðar í gær svona að fá smá stjórnmálavingil á þetta og Halla Hrund talaði hvað henni fyndist kannski skrítið og svona fann það svolítið að eins og sjávarútvegurinn eins samofinn og hann er íslenskri sögu hvað hann væri samt aðeins að fjarlægjast og henni var svona furðulegt hvað kannski hann var að fjarlægjast bara hinn venjulega mann sem að vinnur ekki í greininni. Skilurðu hvað hann er að fara? Já, auðvitað er það þannig að við ef við förum í söguna, þá vorum við með auðvitað mun fleiri sjávarpláss og við vorum með mun fleira fólk starfandi í íslensku sjávarútvegi og ég meina sjávarútvegi var bara 70-80% af útflutningstekjum þjóðarinnar, þannig að hann var þjóðin. Það var hann sem kom þjóðinni úr
torkóðum. Þetta var það sem við áttum og okkur tókst vel að nýta. En auðvitað vorum við komin að ákveðnum endamörkum í því og þurftum að taka upp hérna kvótakerfi. Veið og mikið og það þurfti að takast á við það og auðvitað er það búið að kosta alveg sitt með þjóðarinnar, það er að segja, það er búið að fækka störfum. Það hafa alveg samfélag verið undir og auðvitað hefur það bitið líka inn í þessa umræðu og það er ekkert óeðlilegt. Nú annað sem hefur gerst líka, við höfum tæknivætt vinnsluna mikið. Hér áður fyrir bara í öllum sjávarþorpum, þá gátu allir hoppað nokkuð öruggt að vinna í fiski, salti, fyrir stjúsi. Úlingar ekki orðnir kannski 16 og mega nú ekki byrja að vinna í vinnslunum að nefnum viti fyrir 18. Og vinnsluna mun vera lokaðar en áður og hérna þannig að já, ég held að það sé ekkert óeðlilegt að við séum að sjá ákveðna breytingu í þessu en það er líka mjög mikilvægt að við tökum samtali við þjóðina og séum ófeimið við að segja hvað við erum að gera góða hluti. Er það eitthvað sem að þið hérna þá hinn ángin af þinni vinni, þegar svona dagstælega ertu nú bara að reka risastórt fyrirtæki og svo ertu núna líka í SFS og formaður þar, þannig að hérna, er það svona eitthvað sem að þú vilt inn á kannski árið 2026 til framtíðar gera meira af svona eitthvað svona heilbrigðu samtali við þjóðina? Er það eitthvað stefnu ykkar? Ég held að það sé auðvitað alveg ljóst að við horfum alveg í eigin barm í því hvað við hefum getað gert betur og ég vona að Ari geri það líka og auðvitað er það stefn okkar að koma okkar málstað á framfæri og leyfa fólki að fylgjast með hvað við erum að gera. Og ég held að það sé mjög mikilvægt. Hvað tölum aðeins bara síldarvinnsluna, það var nú bara eftir alla kannski neikvæða fréttirnar á árinu að þá voru þið nú með jákvæða daginn, jákvæða afkomu viðvörun. Hvað er svona gott ár hjá ykkur? Ég held að það sé bara gott ár í íslensku sjávarútvegi í uppsiglingu. Það er ekki launung á því að við erum að sjá alveg metverð. Það er mikill samdráttur en mann horfir til þess að hvítfiskinn. Gríðarlegur samdráttur í þorski og við erum auðvitað að sjá metverð á okkar þorskafurinn núna og almennt á hvítfiski, góð verð. Uppsjávarfiskurinn hefur verið í hæstu hæðum. Makrílvertíð núna gekk mun betur en í fyrra hjá öllum. Við geymdum hellinga kvóta í fyrra, náðum ekki að klára kvótan. En núna klárum við allir sinn kvóta og veitum inn í næsta ár. Þannig að ég held að við séum að ljúka mjög góðu rekstrarári og munum sjá góða niðurstöðu hjá íslensku sjávarútvegi þegar árið er búið. Og það er væntanlega þá sterkt komandi inn í kannski smá óvissu 26 eða hvað? Já, ég held að það sé náttúrulega mjög gott veganest en það er auðvitað alltaf þannig að maður lítur alltaf hvert ár sem svona eitt kappleik. Þegar mann er búinn að landa þeim sigri þá fer mann að hugsa næsta leik og ég held að næsta ár sé verið alveg töff og við erum auðvitað að sjá gríðarlega hækkun á veiðigjöldum, allavega sem við boðum, við erum að sjá endanlega útreikninga. Við erum að sjá samdrátt í uppsjávarheimildum gríðarlega mikið, ef við horfum bara á makríl, síld. Makríl og kolmunna og aðeins aukningu í norsk síldinni og við bindum vonir við að íslenski síldastofnir sé að koma. Þannig að ég ætla ekki að segja að það sé neitt svartnætti framöndan en það er auðvitað að teikna lofti á okkar helstu mörkuðum líka. Það er auðvitað átök í heiminum og svo þessi tollamál í Ameríku eftir að koma kannski betur í ljós. Eitt með veiðigjöldin og bara útreikningana, því að eins og þú segir bara sýnist hverjum hvað var gert og hvernig en þetta eru bara lög og byrja allum að lúta þeim, en með útreikningana, því að eins og ég var að skilja Guðmund í bréfum í gær að þið viti í raun og veru ekki, ef ég var að skilja rétt, hvað er á hverju tegund, er ég skilja þetta rétt? Ég held að það sé best bara að leyfa veiðigjöldum að koma núna. Ég veit alveg að það er verið að glíma við að sitja saman og vinna eftir þessum lögum væntanlega inn í Fiskistofu og Skattinum. Og það er auðvitað ljóst að fyrirsjáanleikinn í þessum formúlum og hvernig þetta er gert, hann er ekki til staðar. Og það sést náttúrulega best að því þegar við erum að vinna þetta, hvað menn fór í margar hringi með niðurstöðuna. Og mér finnst það vont, við vorum að koma á mjög einföldu kerfi og ég held líka meðanlega stundum átt að segja á því að skattur sem er tekin í dag, þú getur tekið mikinn skatt í dag af einhverju atvinnugrein, en það getur líka að minnka skattsporna til framtíðar.
en það getur tekið einhver tíma. Hver milljarður sem tekinn út úr fyrirtæki í skattheimtu svona auka viðbótar að hann auðvitað dregur mjög úr fjárfestingargetu. En þetta ekki eins og alltaf með íslenska sjávarútveg, menn bara standa í stafni og taka blæstrinum í andlitið, svona eins og hægt Sko, íslensku sjávarútvegur hefur í gegnum tíðina gengið í gegnum alls konar öldurót á mörkuðum, hér áður fyrir í genginu og aflabrestur og svo framvegis. Auðvitað veiðigjöld og svona skattheimta, hún kannski erfiðar að takast á við það því það kannski mannavöldum. En auðvitað trúi ég því að greinin muni aðlaga sig að þessu eins og öllu öðru. En ég óttast kannski að það verði kannski dálítið sársaukafullar aðgerðir sem að margir þurfa að takast á við og við erum búin að sjá kristallast núna á einhverjum stöðum. Við vorum að þetta fara allt vel. Gunnþór, takk hérlega fyrir að gefa smá tíma til að sittast niður með okkur. Kunnum vel að með þetta. Takk fyrir þetta. Við höldum áfram eftir smá stund, við höldum að fara aðeins í markaðsefnið. Við höfum eftir að fá hér Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur og fyrrverandi ráðherra nýsköpunar, fjármála og utanríkismála. Þannig að það er alvöru dagur fram undan.